Þegar ég undirbúi kennslu þá hugsa ég nemendahópinn minn í heild sinni. Og ég með nemendur sem eru með einhverfu, ég með nemendur sem eru með ADHD, lesblindu, í rauninni bara allan skalann. Þá þarf ég svolítið að setjast niður hvað hóp ég með í dag. Þó ég sé með 2 hópa í 9. bekk í ensku, þá þýðir það ekki það að ég geti keyrt nákvæmlega sama efni. Ég þarf aðeins að hugsa. Og til dæmis í dag var ég með enskukennslu og maður lærir ljóð. Ég er með nemenda sem er mjög lesblindur og þá hugsa ég hvernig get ég hjálpað honum að vinna með þessi ljóð. Og þá fann ég þetta app, Instant Poetry, sem er ótrúlega gott líka fyrir aðra. Þannig að það hjálpa mér oft þegar ég er að hugsa þessa nemendur sem þurfa mikla aðstoð og þá finn ég oft eitthvað fyrir hópinn. Og í þessu tilfelli til dæmis í dag var það þannig. Hugsa þeirra áhugasvið, hvað myndi fá þau til þess að vilja vinna verkefni og svo framvegis. Í þessu verkefni var ég til dæmis með val, þar sem þau gátu útfært ljóði á þann hátt þau mættu gera lag út frá ljóðinu og það er til dæmis, þá er ég svolítið að hugsa einhverfa nemenda sem ég er með, sem er ofsalega klár að semja tónlist, en þá bara græða allir hinnir á því, skilja að mig að gera það líka. Og svo er ég að skila á Sjópi fyrir miðvikudaginn 27. Þannig að ef þið viljið tjóta saman, þá getið þið kíkt á það, hvort þið viljið nota það. Þá er ég líka búin svolítið að leggja upp vikuna. Við hittum nemendur á mánudögum, þar sem við förum yfir hvað þau eiga að gera. Og þá er ég búin að segja þeim hvað mun gerast í enskutíma, til dæmis yfir vikuna. Og ég er til dæmis með nemendur sem eru í 10. bekkjarefni og alls konar öðru efni sem þá vita svolítið hvað þeir eiga að fara að gera. Og þannig næ ég þessu samtali líka við nemendur og aðrir kennarar, ég er náttúrulega ekki með alla nemendur, þannig að það eru aðrir kennarar sem fá upplýsingar frá mér og þeir geta þá sett þau inn í það sem þeir að gera. Og þannig náum við þessari einstaklingsmiðun. Við erum alltaf að tala við einstaklinginu hverja einustu viku. Að kenna í gegnum iPad, við lítum svolítið á það að iPadin er hjálpartæki. Ég í rauninni sest ekki niður og hugsa hvaða upp get ég notað. Heldur hugsa ég hvert er markmið dagsins, hvað er ég að fara að kenna og svo get ég hugsað hvernig getur iPadin hjálpa mér að gera kennsluna skemmtilegri. Af því ef ég gera á hinn háttina þá lendi ég í villigötum. Þá er ég ekki að hugsa markmiðin og hvað ég á að vera að kenna. Þannig að iPadin er fyrst og fremst hjálpartæki og svo bara spurning hvernig við vinnum úr því. Stundum legg ég fyrir verkefni sem ég segi við þetta er verkefni dagsins, þið megið alveg ráða hvernig þið notið iPadin. Þið megið gera kynningu, þið megið gera myndband, þið megið gera upplestur og svo framvegis og svo velja þau sér. Þannig að svolítið lykillinn í líka að vinna með skólan aðgreiningar er að hafa verkefni sem fjölbreyttust. Þannig að nemendur sem koma í tíma að þeir geta svolítið valið sér hvað hentar mér sem nemanda. Og þannig getur þau dregið inn sína vini, þau getur tekið inn áhugasviðið sitt og svo framvegis. Og þar er iPadin mjög hjálplegur. Eins til dæmis líka bara í enskukennslu að ég er með nemendur sem eru rosalega feimnir. Þeir eru ekki mikið að tjá sig fyrir fram bekkinn. Þá get ég beðið á að taka upp, til dæmis bara til að heyra framburðið þeirra. Og þeir geta verið heima hjá sér, tekið upp, æft sig aftur og aftur og gert það á margan hátt. Þannig hjálpar iPadin líka og bara á svo ótrúlega margan hátt, en fyrst og fremst hjálpartæki. Varðandi sérkennarana, þá set ég oft kannski fyrir verkefni og bið hana svo að hjálpa mér að útfæra verkefni þannig að annaðhvort að minnka það fyrir einhver ákveðna nemendur eða breyta því á einhvern hátt þannig að henti þeim betur. Og það samstarf hefur gengið mjög vel og auðveldar mér lífið og vinnuna. Ég vil Berg. Ok, þá þurfum þið að setjast saman. Byrjum á ljóðinu.